komið að framrúðunni og húddinu. Þetta er úr plasti og það þarf að klippa það til. Það eru línur sem sjást í þessu, en af því að þær eru svo ógreinilegar og myndi aldrei sjást á myndvélinni, þá er ég búinn að teikna þær á. Og það sjást hér. Þessar línur þurfum við að klippa. Og þá er ágætt að nota beitt skæri. Og það er líka gott að því að maður þarf að fara varlega, passa sig, að æfa sig bara hérna aðeins fyrir aftan. Þannig að maður bara prófar að klippa svona og sjá hvernig þetta virkar, hvernig þetta hegðar sér þegar maður klippir. Þetta er dálítið stíft, þannig að það er best að gera þetta lítið í einu og fara varlega. Það má líka nota hníf, en það er ekki gott að fara fyrstu umferð með hnífnum. Það er gott að fara fyrstu umferð með skærunum og svo er hægt að nota sandpapír og fleiri verkfæri. Og nú ætla ég að fara hérna eftir línunni. Fyrst ég er búinn að prófa að klippa. Það er hérna framlegið upp, svona já. Yfir. Best að fara bara hérna megin. Ef ég sker aðeins í þetta, þá ætti það að brotna þá línu. Það brotna nú ekki mjög vel. Þetta er frekar þykkt. Það má alveg að segjast. Þetta er frekar þykkt. Hérna á ég þá eftir að snyrta þetta aðeins. Síðan er línan hérna upp. Hún er auðveld núna fyrst að maður er búinn að taka hérna aftan af þessu. Svona. Og síðan hérna megin. Maður klippti ég hornið af til þess að fá það til að beygjast. Hornið var bara fyrir, sko. Nú er þetta svona það bil að koma. Ég á eftir að snyrta hérna innan úr og taka hérna framan á. Ég ætla að gera það og svo sýni ég ykkur hvernig það lítur út þegar það er komið. Þá er þetta alveg að vera tilbúið. Verkfærin sem ég er búinn að nota til þess að vinna þetta eru í fyrsta lagi svona fræsari. Hann er nú kannski ekki alveg á öllum verstöðum, en í staðinn fyrir hann þá má nota hníf og þegar maður er að skera út svona þá er langbest að vera með hníf með mjóum oddi. Þá getur maður rennt honum eftir og skorið lítið í einu. Það er að gera að taka sem minnst bara, eins lítið eins og mögulegt er. Síðan er náttúrulega bara venjulega sandpapír. Sandpapír pussar þetta mjög vel og hérna til þess óslett brúnum. Þá bara rennir maður sandpapírnum á þetta og slettir þetta til. Ég er líka með hérna sandpapír á svona rafmagnsröri sem ég notaði til þess að taka hérna innan úr. Alveg fínt. Svo er hérna svona hálfhringur eða hálfgat fyrir pinna sem að ganga í gegnum skrokkin. Ég á eftir að gera hérna megin og ég skal sýna ykkur hvernig ég geri það. Ég byrja á því að tálka bara með hníf hérna örlítið, íta bara sikkur megin til þess að losa við mest af efninu. Alls ekki að taka mikið og ekki taka mikið á. Bara að gera þetta létt.
þegar að þetta er svona nokkurn veginn komið, þá er ágætt að fara með svona rúmþjöl, bara venjuleg þjöl og renna henni hérna inn í, snúa henni jafnvel og fá hana til þess að hreinsa þetta gat upp. Þannig að koma svona. Nú er smá rusl hérna í og þá er þetta að fara með sandpappír á það eða renna laust með hnífsblaðinu og þá fer þetta allt saman í burtu. Næsta skrefið er að fitta þetta síðan á skrokkin og þá sjáum við að F24 hérna er ferkantaður en þetta þarf að koma hérna yfir og þarf að leggjast á og er hreint ekki ferkantað. Þannig að við þurfum að rúnna F24 og það er best gert með sandpappír. Ég var að nota þennan sandpappír á húddið. Það er ákveðin hreyfing hérna sem maður þarf að læra. Það er svona. Þegar ég gera þetta, þá nær maður að fá þetta rúnnað. Það kann að tökka hvort þetta passar núna. Mikið betur. Þetta er miklu betur. Aðeins meira kannski. Sandpappírinn sem ég er með í þessu er P80, þannig að hann er frekar grófur og maður þarf að passa sig að hann myndi rífa þetta í burtu undir eins ef maður leiðunar, þannig að maður passa sig þegar maður er að gera þetta. Svona. Og núna passa þetta bara ágætlega. Götin standast á hérna. Þetta er orðið mjög gott, situr fínt og síðan hægt að skrúa þetta fast. Þetta líst mér vel á. Þá getum við sagt að skref númer 22 sé búið.